Orkulindirnar, vatnsfallið og jarðhitinn af mörgum taldar helsta bjargráð Íslendinga. En hvernig hefur kreppan leikið orkufyrirtækin? Og eru eftir einhverjir erlendir fjárfestar í biðröðinni til að koma með peningana til endurreisnar íslenskum efnahag? Í höfuðstöðvum Landsvirkjunar hefur vinnan síðustu vikur snúist að svara því hvernig fyrirtækið geti staðið við afborganir af nærri 500 milljarða króna skuldum í útlandum. Þetta engin smá upphæð, en við höfum að undanförnu gert ráðstafanir til þess að ekki verði greiðslufall hjá fyrirtækinu á næsta ári, árinu 2009, þannig við höfum frest til 2010 og öll okkar baráttu gengur auðvitað út á það að komast í gegnum þennan skafl, þannig að fyrirtæki lendi ekki í vandræðum vegna greiðslufalls. Miklar virkjanaframkvæmdir hafa verið fjármagnaðar með erlendu lánsfé og eftirsitja miklar skuldir. Þær voru hjá okkur í ársbyrjun rúmir 12 milljarðar. Síðan hefum við tekið 2 milljarðar lána á árinu og svo gengistæðboðið ykkur í 12 milljarðar, en þetta gengisvísitalan hækkað tæp 100%, jenið 130% og dollarinn 105% og eitthvað. Þannig að það bara fylgir því. Á móti koma gjaldeyristekjur en 75% af tekjum Landsvirkjunar eru í erlendri mynt. Þannig að sjálfu sér þá staða Landsvirkjunar, ef við lítum bara á efnahagsreikning Landsvirkjunar, þá staðan mjög sterk. Hættan hins vegar í því fólgin, eins og hjá öllum skuldugum fyrirtækjum, að við fáum ekki lán til þess að endurlána. En sem betur fer þá hefum við gert ráðstafanir. Við skuldum til langs tíma, við höfum dreift vel úr skuldunum, þannig að það tiltölulega lítil hætta á því að illa fari. En á móti kemur að við getum ekki farið í mjög stór verkefni á næstunni nema að tryggja okkur fjármagn sem við þurfum að nota til slíkra framkvæmda. Þórólfur Matthíasson, hagfræðiprófessor, sér ekki að íslensku orkufyrirtækin verði til stórræðana á næstunni. Við erum að horfa upp á, ég geti trú að vaxta kostnaður vegna lántöku aukist 50% eða jafnvel meira miðað við það sem að áður hefur verið. Og þannig að það ekki útlit fyrir það að það sé mikil arðsemi í orkufrekum iðnaði séð frá sjónarhóli þjóðarbúsins næstu árin. Þannig að við fjárfestum okkur ekki út úr þessum vanda, mér þykir það nokkuð einboðið. Aðgangur Landsvirkjunar að lánsfé hefur algjörlega lokast upp á síðkastið eins og hjá öðrum íslenskum fyrirtækjum, og það eins og þú segir, það ekki eingöngu vegna kreppunar hér heima, heldur einnig vegna þess að út í heimi lausafjárskortur og lánsfjárskortur, og það bitnar á okkur sem erum á erlendum lánsfjármarkaði. Fyrir 10 dögum var tilkynnt að undirbúningi nýs álvers á Bakka við Húsavík hefði verið frestað og rannsóknarboranir sem áformaðar voru á næsta ári í Þingeyjarsýslum verið slegnar af. Og jafnvel þótt Alcan í Straumsvík vilji halda sínu striki 40.000 tonna framleiðslu aukningu, stefnir í að Landsvirkjun treysti sér ekki til að mæta þeirri ósk með 75 megawatta virkjun við Búðarháls. Við gerum ráð fyrir því núna að svo kunna fara, við þurfum að fresta eða réttar að sagt að seinka framkvæmdunum við Búðarháls. Við ætluðum að taka upp tilboð sem okkur yrðu sendi í næsta mánuði, en það getur vel verið að við verum að fresta því að við getum ekki farið í ný verkefni nema við sjáum fram á einhvers konar fjármögnun, annarkvort lánsfjármögnun sem ekki fyrir hendi, eða einhvers konar aðra framkvæmdu sem við höfum heldur ekki á borðinu fyrir framan okkur. Og við slík skilyrði þá verðum við auðvitað að hægja á og fyrst og fremst reyna að verja fyrirtækið, reyna að koma málum þannig fyrir að við getum borgað það greiðslur sem við eigum að borga á réttum tíma. Stóriðju uppbygging þó hafin í Helguvík á vegum Norðuráls, þar sem verið að steypa undirstöður Kerskála þessa dagana. Það verkefni hins vegar til endurskoðunar meðan Norðurálsmenn leita nýra lánveitenda í stað 3 banka sem allir fór í þrot. Ef við lítum eins og Norðurál í Helguvík, þetta aðeins sem búin að vera hér í allmörg ár og þekkir til hér. Og það held ég góð tilvitnun að geta sagt að aðalið sem þekkir okkur og hefur unnið með okkur, hann sé óhræddur við að fjárfesta áfram á Íslandi. Ef hann hins vegar rekkur frá vegna þess að þetta gengur ekki upp, þá það hins vegar held ég slæm skilaboð til annara sem ekki þekkja jafnvel til, og þeir horfið þá á það að það sé ekki vita fjárfesta hér sinn á Íslandi. Það getur skaðað okkur enn frekar? Ég held að það sé bara mjög slæmt út af við ef þeir sem eins og þeir gjörst þekkja
gefast upp. Og við verðum að hafa það í huga líka að Ísland sem slíkt, bara það að vera Ísland í dag og íslenskt fyrirtæki, það lítur ekki nægilega vel út því miður í augum bankamanna. Erlendir fjárfestar hljóta að spyrja sig svona áleitnari spurninga núna heldur við hefur gert kannski fyrir ári og ég sá ekstra í einhverju blaði að við hefum verið það að segja Ísland með áhættu samasta landið af einhverjum 15 sem var verið að skoða kannski byggir ekki á einhverju rosalega mikilli þekking á Íslandi en það er það sem að erlendir fjárfestar sem ekki þekkja til horfa á. Fjárfestarnir eru þó ekki að hrökklast frá. Sum fyrirtækin eru áhugasöm áfram, önnur vilja gjarnan bíða af sér þennan storm. Orkusala til stóriðju með tilheyrandi raski hefur verið afar umdeild meðal landsmanna og margir efast gagnsemi hennar fyrir þjóðarhag. Það verður tiltölulega lítið eftir af því sem við köllum þáttatekjur eftir orkustarfsemina. Þannig að það eru fyrst og fremst tekjur þessara starfsmanna sem að vinna í hinum orkufreka iðnaði sem að leggst til þáttatekna á Íslandi. Það hefur ekki heyrst neinar uppsagnir hjá orkufyrirtækjum eða stóriðju fyrirtækjum á þessum erfiðleika tímum og veit ekki til þess að standi til neitt slíkt. En það hefur heldur komið í ljós núna í þessum gjörningaveðri öllu að þetta ekki svona gamaldags og úreltir atvinnuvegur eins og menn hefðu nú gert hann orðið hérna á síðustu árum þegar lætin voru sem mest. En þýðir kreppan minni andstöðu við stóriðjuframkvæmdir? Ég held að mótstaðan minki ekki neitt svona teljandi en spurning hvort að hljómgrunnurinn fyrir þeim verður meiri eða jafn mikil. Ég svona reikna með því að þegar allavega hjá þessu sem að setja upp í atvinnuleysir að þeir hugsa sig frekar núna heldur þeir hefðu gert kannski áður og sjá fram á ótryggt atvinnuástand. Ekki það að ég haldi að eitt álver bjargi atvinnuástandi á Íslandi, það þarf að vinna þessu markvisst en ég held að þetta væri mjög góð byrjun og svo þarf eins og menn hafa verið að tala að hlúa að alls konar sprotafyrirtækjum og efla þetta á mjög breiðum grundvelli. Þetta bara einn þáttur og mjög góður þáttur að mínum mati en alls ekki alls patentlaust. Ég sannfærður það að í kreppu eins og núna á eftir að ganga yfir Ísland þá munum við þetta allir leita tækifærum allstaðar og ég lýsi því hér með yfir að ég styð eindregið þá nýsköpunar hugmyndir sem hafa komið fram og ber fulla og mikla virðingu fyrir því fólki sem núna að berjast fyrir slíkri nýsköpun hér á landi. Því að í kreppunemi þá verða kannski bestu hugmyndina til. En hvenær getur hjólinn farið að snúast að nýju? Ég vildi að ég geti svarað þér með einhverju vissu. En við erum að gera okkur vonir það að svona þegar að líður fram á næsta ár, kannski á miðju næsta ári, þá að minnstakosti hafi svona rykið sest til og menn geta skoðað skaðan sem hefur orðið hér á landi. Og ef að allir eru sammála það hver hann og hvernig við eigum að komast út úr þessu, að þá vænti ég þess að við getum fengið fjármuni til þess að reisa okkur úr öskustóni og þar mun orkuiðnaðurinn skipta gríðarlega miklu máli.